Dásamlegt. Þannig að við byrjum bara á því að rúlla höfuðinu fram, við byrjum á hvirflinum, tökum hökuna inn undir okkur leið og við byrjum þessa hreyfingu, þá drögum við naflann örlítið nær okkur. Þó ekki þannig að við getum ekki andað eða tala, bara þannig að ef við ímyndum okkur eins og við séum með segul í naflanum og mótsvarandi segullinn bara framan á hryggjasúlunni á okkur. Þannig að við erum aðeins að virkja kviðvöðvavegginn þannig að við getum ennþá andað og tala. Þannig erum við að kveikja djúpi bak á kviðvöðunum og við erum að rúlla og okkur líður eins og við séum að fara yfir bolta, stóra bolta fyrir framan okkur, þannig að sjáu ef við komum upp aftur, þegar ég er komin hálfa leiðina niður, þá mjóbaki á mér ennþá á sama stað. Og ég ætla að reyna að halda mig hér, þannig að ég sé ekki setja þungan hérna fram, þetta held ég mjóbakinn og rassinum á mér kyrrum, eins lengi og ég get, og í rauninni bara að kuðla undir með bakinu, dregur rófuna fram, og svo fer ég að gefa eftir hryggjarlið fyrir hryggjarlið, hér niður, bara eins og liðleiki minn leyfir mér, set hendur í gólf, labba fram, geng fram, í armbeygju. Hér ætla ég að draga annað hnéð upp í áttina að öxlina á mér, halda stöðunni, anda allan tímann, dreg hitt hnéð upp í áttina að öxlina á mér, geng svo tilbaka, dreg naflann allan tímann aðeins nær mér til þess að styðja bakið og rúlla upp aftur sömu leið. Og svo tökum við nákvæmlega sömu hreyfingu aftur, reynum að halda hreyfingunni flæðandi og anda allan tímann. Rúllum fram, draga naflann nær sér, ganga fram, armbeygju stöðu, dreg annað hnéð upp í áttina að öxlinni, út á við sem sagt, hitt hnéð, held stöðunni, örlítið, finn öryggi hérna, geng svo aðeins tilbaka og rúlla alla leiðina upp. Og saman. Draga naflann nær sér, venjast því að vinna með líkamann með naflann nálægt mjóbaki. Styrkja kvið og bakvöða með því að vinna með þessa vöðva á onn. She. Anda allan tímann. Go. Venja sig á að anda allan tímann og halda naflanum nálægt sér. Það hjálpar ekki neitt að neitt róg. Að halda niður í sér andanum. Change. Touch. Go. Joe. Nú stoppum við þetta framvið þegar við erum búin að taka hnén, setja hnén upp í áttina öxl og bara halda hér. Þið megið fara yfir á hnén ef þið viljið. Hér aðalmarkmiðið að halda beinni línu frá þá hnjám og upp í hvirfil eða tám upp í hvirfil. Anda allan tímann, ekki halda niður sér andan. Og svo förum við hérna niður á olnboga og komum upp aftur. Eins, nei, sam, sí, góð, róð, six, touch, góð, jó. Göngum að, rúllum upp og aðeins að hrista. Þá komum við aftur, rúllum fram og komum niður í armbeigjustöðu. Höldum hér. Lyftum öðrum fæti, án þess að skekja stöðuna.
Anda allan tíman, draga hann allan með sér. Lyfta hinu fætinu. Fótinn í gólf, förum yfir á aðra hliðina. Og getum við sett fæturna annan fyrir framan hinn. Eða ef við kreistum okkur til vera saman. Og ennþá ef við erum mjög sterk og vönd svona æfingum, þá getum við lyft fæturna frá. Sama hvað útgáfið þið haldið, þá ætla ég að byrja því að halda hérna bara. Ekki leyfa miðjuna að síga, styrkja herðablaðsvöðvana, styrkja miðjuna, draga naflann nálægt sér og anda. Komum yfir alveg þannig að kassinn snúi upp, höldum rassinum uppi. Hér prófum við að sjá hvort við getum lyft öðrum fætinum, til skiptis. Halda rassinum uppi. Förum alveg yfir á hina hliðina. Halda og anda. Komum yfir í armbeygðstöðu. Fáum eitt annar hnéð upp, fram á bringuna núna, beint fram til skiptis. Nei. Sam, she, go, rock, switch, touch, move, jump. Löpum að, göngum að, hengum aðeins frammi, ruggum okkur aðeins í mjöðmálinn hérna. Þar sem við hengum hérna frammi, rullum við mjaðmagrindinni vel fram, sem þýðir að rófan kemur betur upp í loft. Aðeins að fetta mjóbaki hérna. Mýkjum svo hnén örlítið og finnum muninn á því hvernig að vera hér með læst hné og skjóta rófan upp í loft versus mjúk hné. Mjúk ekki beygð, þau eru bara ekki læst. Þau eru ennþá meira bein heldur en beygð. Þá röltum við hérna yfir á annan fótlegginn. Og yfir á hinn. Beygjum bæði hnén, þannig að rassinn kemur langt fyrir aftan líkamann. Setjum hendur í gólf fyrir aftan fæturna. Höldum okkur þar og reynum að vera rétt að rólega úr fótum. Ruggum okkur aðeins frá hlið til hliðar í meðum. Og rúllum upp með tengingu í mjóbak. Og að hrista. Alright, þá ætlum við að byrja fyrstu sérhæfðu styrktaræfingu kvöldsins fyrir spörk. Ég ætla að byrja því að sýna ykkur æfingun og svo ætla ég að fá Maríu til þess að gera hana. Svo ég fá aðeins meiri innblástur og sík með hvað ég sé. Þannig að ég ætla að byrja á því að þið horfið aðeins fyrst. Það sem ég ætla að gera er að liggja hérna og vera með fótinn í gólfi og hné í gólfi. Og bara halda hínu hnénu hérna hátt uppi hérna. Ég finn það alveg hér, svona. Úr þessari stöðu ætla ég svo að nota mjaðmavöðvana, bakvöðvana og herðablaðið til þess að lyfta mér upp hérna. Þetta hérna hné, efra hnéð, í sömu línu og mjaðminn. Ég er ekki með rassinn fyrir aftan hnéð, svona. Ég er að æfa mig í að halda þessari stöðu hér. Þar sem ég er með hné og mjöðm í sömu línu. Ok? Við erum bara að byrja þessu áður við fyrir eitthvað að reyna að gera eitthvað spörk. Þannig að, fyrsta æfingin núna er komin niður á gólfið eða voru ekki komin niður á gólfið nú þegar. Hérna, fóturinn er í gólfið, neðra hnéð fyrir framan mig. Hér, olnboginn beint fyrir neðan öxl. Þetta er mikilvægt, það er vont fyrir öxlina að vera að vinna hér. Hafa olnboginn beint fyrir neðan öxl, hérna. Halda hnénu nálægt sér þannig að ég geti næstu í kista. Og við skulum bara byrja á því að lyfta. Bara lyfta í þessa stöðu og fá hérna beina línu frá mjöðm og upp hné. Og koma ekki niður tilbaka. Nei. Sam. She. Go. Rock. Switch. Hatch. Go. Jump.
Ok, nú ættu að vera komin með hugmyndum út á hvað æfingin gengur. Mögulega hafið þið gert þetta áður, það ekkert útilokað. Þannig að ef þið viljið þyngja þetta fyrir ykkur, þá getið þið sleppt því að fara alveg niður á milli. Fara bara hálfa leiðina niður á milli. Og svo til þess að heimfæra svona svolítið við það sem við erum að gera, við þurfum til þess að geta sparka hvaða spark sem þá þurfum við að hafa styrk í kringum mjóbakið okkar og í kringum mjaðmirnar okkar til þess að halda fætinum þar sem hann á að vera og vinna og til þess að halda búknum þannig að tengingin getur verið rétt og við þurfum ekki að gefa eftir líkamsstöðuna okkar. Svona æfingar taka jafnvægiskröfuna af sparkinu og gefa okkur bara færi á sérhæfðum styrktaræfingu fyrir sparkið okkur. Þannig að byrjum á þessum upp á að vera ennþá að æfa rétt gæði, góð gæði. Þannig að ég ekki með rassinn fyrir aftan munnið. Ég að æfa mig því að vera með mjöðminn á hnéð í sömu línu og svo lyfti ég mig frá. Og svo, 1, nei, san, shi, go, ro, sech, hach, ho, jo. Ok, já með smá pása. Núna, þegar þið gerir þetta, þá getið þið fókusa svolítið á hvar þið viljið vera að vinna. Ég get alveg lagt alltaf áhersluna hingað og spillt mér meira frá öxlinni, neðri öxlinni, frekar en að vera að hugsa það actually ég noti vöðvana til þess að draga mig hérna upp. Þá meina ég vöðvana í kviðnum og baknum. Þannig að hugsið aðeins, fókusið á þann hluta sem þið viljið vera að æfa með og fókusið á kviðin ykkur og bakið og finnið þið hvernig þið styrkir miðjun ykkar til þess að halda stöðun á sparkinu. Ok? Skiptum hlið. Við taka einu eftir enn, svo skiptum við og svo. Ég passi upp á það að vera sem mest í má með hné og mjöðm í sömu línu áður en ég byrja og svo. 1, nei, san, shi, go, ro, sech, hach, ho, jo. Anda allan tíman, draga naflann nálægt sér og svo. 1, nei, san, shi, go, ro, sech, hach, ho, jo. Skiptum hlið. Maður að taka við. Henni bara að leiðast þarna út í horni. Ok, við ætlum að taka einu umferð enn og við ætlum að bæta á þetta. Og við lyftum. 1, nei, san, shi, go, ro, sech, hach, ho, jo. Skipta. 1, nei, san, shi, go, ro, sech, hach, ho, jo. Ok. Þá komum við á fætur. Áður við förum yfir í næsta fasa, þá ætlum ég að fá okkur til að standa á öðrum fætinum, lyfta hinum hnénu út til hliðar og bara einbeita ykkur að því að halda þeirri stöðu að fóturinn og hnéð séu í sömu hæð. Hér. 2. Nú heldum við hér og svo beygjum við vinstri fót, eða beygjum stuðningsfótinn. 1. Nei, ekki læsa. San, shi, go, ro, sech, ekki leyfa fætinum að síga. Hach, ho, jo. Héðan halda, laust hné, mjúkt hné og svo lyftum við hnénu og fætinum. Hné og fótur lyftast aðeins úr þeirri stöðu sem við erum í núna. Og svo, 1, nei, san, shi, haldið ykkur uppi, ro, sech, hach, ho, jo. Jame, slaka, verjum aðeins í kringum mjöðmina hérna. Sérhæfða styrktaræfingar fyrir spark og mjóbak. Alright, komum að hægri. Sjáum hvernig gömlunni gengur með hægri hnéð á þér. Ógeðslega góð ræfingar fyrir mig. Muniði, við ætlum ekki að æfa okkur í rangri sparkstöðu. Við ætlum að æfa okkur í réttri sparkstöðu. Að vísu erum við svolítið í magasíki í að fara hringinn. Akkurat núna erum við að æfa það sem erfiðast. Það er að segja að fá mjöðmina inn í sparklínuna. Þannig að hné og mjöðm séu eins mikið og við getum í þessari stöðu, í sömu stöðu.
Við erum að æfa þessa línu hér. Að þetta hérna sé beint, ekki að rassinn sé hérna fyrir aftan. Sem svipað eins og að gera maður sem gerir svona. Ok, þannig að stöndum á hægri. Byrjum bara á að finna stöðun okkar. Kannski eru þið ekki jafn hátt upp þegar ég og Marja sem erum núna. Og það allt í lagi. Ég bara styrki ykkur þar sem þið eru í ykkar maxi. Þannig að halda hné og fæti í sömu línu. Ekki semst að vera æfa sig því að hafa fótinn fyrir neðan hér. Hné og fótur í sömu línu. Og here we go. Bara beygja stuðningsfót. Og rétt úr án þess að læsa. Sun, she. Kreppa hnefana, fókus. Go, row, sage, catch, hold, joe. Halda hér, anda allan tíman. Draga naflann nær sér, fókus. Og svo lyftum við hné og fæti. Knee, sun, she. Go, row, sage, catch, hold, joe. Lock. Þá skellum við okkur á gólfið. Næsti fasi gengur út á að halda sig hérna uppi allan tíman og svo að fá hné í gólf og draga það tilbaka aftur. Og sjáu þið hérna, ég studdi mig við gólfið hérna. Bestur auðvitað að ég get farið að vinna í þessu án þess að vera með stuðning. Það er allt í lagi svona að klifra að ganga aðeins með léttum stuðningi þegar þið viljið. Okay? Hér vill maður gjarnan missa olnbogann frá öxlinni. Þegar við erum að aka okkur hérna til og frá, þá gerist það auðvitað. Það tekur svolítið fókusinn frá því sem við erum að reyna að gera. Þannig að leyfið ykkur að leiðrétta ykkur oft, þannig að olnboginn sé undir öxlinni og fari ekki langt frá öxlinni. Ok? Annað markmið er svo að halda sér upp allan tímann. Við sjáum að þá eru þið komin í æfinguna sem þið voruð í áðan, en það er allt í lagi. Það sagði enginn þetta ekki verið auðvelt. Hér gerum bara nokkur skipti. Hér er ég að vinna með að hné mitt og mjöðm minn er í sömu línu og ég ætla bara að koma hnénu í gólfið fyrir framan og svo ætla ég að lyfta mér það tilbaka, hér. Og má fara tilbaka eftir hingað, akkurat núna. Ok, þannig að við byrjum aftur hér í miðjunni og við fyrir rólega fram, setjum hné í gólf, kippum tilbaka og komum tilbaka hingað. Hér er ég komin í létta hvíldastöðu akkurat núna og þið sjáum hvað stöðu ég er komin strax hérna. Það er að leiðast mig, ok? Hér aftur komum við miðjuna, fram með hné, tilbaka aftur alla leið. Ok, aftur og upp í miðjuna, fram, tilbaka aftur og alla leið. Það sem þið eruð að lyfta aftur tilbaka, það er eiginlega það mikilvægast akkurat núna. Þyngdaraflið mun hjálpa ykkur að komast hingað og þá er aðalmálið að þið reynið aðeins að spyrna á móti, þannig að þið fallið ekki stjórnlaust fram í endastöðuna. Þannig að þið stýrið hreyfingunni. Það er líka æfing fólkin í því. Það kallast excentrísk æfing. Og til styrktar að það voru excentrískar æfingar eins eða jafnvel betri heldur en það þegar við erum að vinna á móti. Þannig að útudúr, þetta skiptir kannski ekki öllum máli akkurat núna. Vinna á móti hér og svo hérna spyrna tilbaka, kippa tilbaka. Okay, here we go, upp í fyrstu stöðu og svo. Knee, sun, she. Go, row, sage, catch, hold, joe. Aðeins að slaka, skiptum út, yfir að hina hliðina. Lyfta sér af gólfinu, það er upphafsstaðan. Og svo, knee, sun, she. Go, row, sage, catch, hold, joe. Slaka. Þetta á að vera erfitt, þetta er erfitt. Komið yfir á hina hliðina aftur. Gefið ykkur alveg færi á að laga inn á milli þó að ég sé að telja. Lagið þá stöðuna á olnboganum og svona. Þannig að þú veist, aðalmálið er, þið eru bæði í rauninni, ef þú lyftir þér af gólfinu, Marja, þið eru að vinna þarna úr þessari stöðu og eru svo að styrkja vöðvana sem að koma ykkur inn í sparkvassan og út aftur. Ok? Þetta er aðalmálið. Here we go. Og svo upp, muna anda allan tíma, draga naflan af. Og knee, sun, she.
Go, row, switch, hatch, pull, joe. Skipta, yfir á hina hliðina. Nú, ef þetta hreinlega ykkur ofviða akkúrat núna, með hvar þið eruð akkúrat núna, þá það allt í lagi. Þá má bara lyfta sér upp og halda þar og kannski aðeins að vinna bara í miklu minni ramma. Það fín þjálfun, þannig heimfæriði æfinguna sem ég að gera við það getustig sem þið eruð á akkúrat núna. Það ekkert að því. En við gefumst ekki upp, við hættum ekki, við missum ekki fókus, við ögum okkur í því sem við erum að gera þegar við erum að gera það. Óðs. Ok, þannig að vorum við búin að gera þessi hlið? Já, ég er búin að gera eins og við hinn. Ok, þá áttum við eina eftir hér, ef maður rétt. Þið fá hana þannig bónus. Here we go. Og, H, nei, sun, she, go, row, switch, hatch, pull, joe. Það flott. Alright, komum upp á fætur. Það sem gerist núna þá auðvitað alveg svo áðan. Þá förum við aðeins að heimfæra það sem við erum að vinna með. Þannig að það sem þið gerið á talningu, þið komið í þessu stöðu hér, á talningu, færið hælinn sem þið standið á fram, eins og þið gerið í maga, sem gerið í sveiflufasa maga, sem gerið sparksins. Bara hérna og halda þessari línu beinni. Ekki hinga. Hér. Mikilvægt. Ok? Hér erum við bara slow motion. Þið vitið það, þið getið ekki gert hlutina hægt og getið ekki gert það hratt. Rétt. Here we go. Löpum inn. Itch. Nei. Og ég fer það langt fram að hnéð á mig sem komið yfir miðlinu. Mína miðlinu. Sun. She. Ekki missa fótinn niður með hnéð. Go. Stuðningsfótur mjúkur. Row. Switch. Hatch. Pull, joe. Já, með skiptum fót. Allt í lagi aðeins að lemja seinna í kringum meðmæliðin. Þetta eru vöðvarnir sem eru að vinna núna. Here we go. Stöndum á hægri. Byrjum í upphafsstöðu. Passa upp á þessa línu hér. Það er að segja frá hné og upp í mjöðm. Og svo. H. Nei. Sun, she, go, row, switch, hatch, pull, joe. Já, með. Árum við leggjumst á gólfið aftur, tökum við aðra útgáfu hér, tökum bara aðeins lengri hreyfingu. Þannig að aftur í þá stöðu sem ykkur líður vel. Kannski þessi staða hér hjá ykkur svona og það allt í lagi. Þetta hné hér, sú hæð sem að hnéið fer í byrjun, það í rauninni sú lína sem þið vinnum með sparkinu. Ég vil að þið vinnið úr þeirri línu, þess að farið með hnéið í þá línu sem þið ætlaði að vinna sparkið ykkur. Sem þýðir að ég vil ekki þegar ég tel, þá vil ég ekki sjá, eða ég vil ekki að þið venja ykkur á að þá séu það að hækka línum. Þið takið hnéð upp í þá línu sem þið ætlaði að vinna í. Þannig að ég vil að þið venjist í að vita í hvaða hæð þið ætlaði að sparka. Og fyrsta stafan hérna, hún segir í rauninni línuna á sparkinu. Það til þess að halda styrta þjálfinu þar þegar þið gerir svona slow motion öfur. Ok? Þannig að, aftur, standa vel á fætinum, þið munið að setjast á stuðningsfótinn eins og hægindastól. Ykkur á að líða vel með að sitja á þessum stuðningsfæti. Here we go, upp með hnéð og nú tökum við heilan hring. H. Og you guessed it, tilbaka aftur, nei. Og fram, sun. Halda hnéð uppi. She, go, row, og já mig, ég held að ég færi til 10, sjáðu hvað ég góð,
gera þetta á hægri. Það verður rosa gott fyrir mig að myndi hægt. Þið fyrirgefið mér að ef ég dett koll. Þá stend ég að fæta aftur, ég lofa. Here we go. Rétta stöðu, upp á stöðu, þá stöðu sem ég ætla að vera í. Kreppa hnefana, fókus, here we go. Nei, tilbaka aftur. Ég ætla að fljóta þessum, Marja. Styrður þér heim. Nei, þú fórst sko. Fór ég ekki? Þú ert að fara of langt. Sí. Það verður það ekki fyrsta sinn. Go! Koma svo! Ró, síðasti! Halda! Og Jan. Svona, já. Það er að fara í karategalan, þá get ég meira. Ég segi það satt. Alveg skilur þér. Alright, þá skellum við okkur á gólfið. Horfið fyrst. Hér ætla ég að taka allt sparkið. Ég ætla að byrja með fótinn fyrir aftan mig hér. Svona. Svo ætla ég á einni talningu og einni flæðandi hreyfingu að lyfta mér upp, taka sparkið alveg fram og tilbaka. Nema hvað ég ætla alveg í lokin. Ætla ég rétt úr fætinum. Þannig að ég enda tábyrginu hér. Hér vísar rassinn á mér upp í loft. Akkurat núna er ég rosa mikið hér. Til að sýna vel hvað ég er að fara alla leiðina inn. Það er nefnilega þannig að þegar nemendur mínu byrja að gera þetta, þá þora þeir einhvern veginn ekki að fara alla leiðina inn. Og enda í þessu vinkli hér. Ekki þið. Þið ætla að fara hér. Munið ef við gerðum áðan svona. Þið megið setja höndina í hérna ef þið viljið. Það má. Ertu ekki 2 metri í burtu? Jó. Shit, hvað þetta er óþægilegt, já? Nei, þetta er allt í lagi. Þetta er rosa gott fyrir þolið. Já, við getum þetta alveg. Helvítið, ég skal vera að gríma því ég dregst. Here we go, ok? Þannig ég er hér, á talningu, upp, alla leiðina fram. Hér, í þessari stöðu hér, vísa rassinn á mér upp, hnén vísa niður og ég er á táberginu. Ég lenda á táberginu hér. Tábergið er hart og sterkt. Þegar ég er farin að lenda vel á því, þá þori ég alveg að fara í gólfið, ok? Ef þið eru ekki með rétta stöðu á táberginu hins vegar, þá getur þið meitt ykkur í tánum. Þannig að verðið þið viss það að þið lenda á táberginu hérna. Hér, ok? Þannig að talningin lítur svona út, ekki gera neitt, horfið bara. Það er itch, bara hér. Og tilbaka aftur. Nei. Samt. Push. Here we go. Marja, quick. No mercy, here we go. Ég vil heyra þessu spörtu næstu í gegnum túminn. Here we go, og svo. Edge. Nei. Hittu ykkur frá gólfinu. Samt. Sí. Go. Roll. Search. Hatch. Go. Joe. Hey. Svona, já, snúum yfir á hina. Aftur, ef þið ráðið ekki við æfingu í þessari mynd, þá gerir þið ykkar allra best á því stígi sem þið eru. Þá eru þið kannski bara í því að vinna eins og áðan með sparkið, með hnéð, hálfa leið, vinna með þetta angul hér, passa upp á það. En bara það að halda sér þetta uppi, hér er það að styrkja stöðun ykkar í öllum spörkum massíft. Þið eru að vinna hérna með herðablaðið, efra bakið sem að tengir niður í mjóbakið. Þið eru að styrkja djúpi bak og kviðurana í sparkstöðu, sem er eitthvað sem okkur vantar öll. Þannig þó að þið séu bara þar, þá er það fínasta þjálfun. Alright? Þannig að, já, ok, here we go. Til lægmanni minn. Þú er bara að blæða puttanum mér að gera þetta svo mikið krafti. Svakalegt, sko. Ef það blæðir úr puttanum á manni, þá maður er sérstaklega duglegir í þessu. Here we go. Viltu fara pásu eða vilt? Það er að hljóða þessu. Og svo. Edge. Nei. Sann. Anda allan tíman. Sí. Go. Ró. Search. Hatch. Move. Joe. Hey.
Almennilegt. Jami, komum á fætur, hrista létt. All right. Fasta þetta áður mig. Gerðu það. Þá ætlum við auðvitað að heimfæra við magasigir í standandi. Tökum þá slow motion bara þar sem við byrjum hérðan og svo slow motion spark þannig að hnéð sé komið fram fyrir miðlínu, rétt úr fætinum, kem tilbaka aftur og niður. Sængulsdags í staða og dróðu það fram, rétt á úr, koma tilbaka aftur. Nei. Sam. She. Go. Row. Sage. Hatch. O. Joe. Right, hann tæskipti fót. Bara slow motion. Nákvæmlega sama hreyfingu við erum búin að byggja upp. Ekki gera þetta hraðar en ég gerði áðan, ekkert kími. Þetta slow motion magasigir en allir punktar réttir sem við höfum verið að vinna með. Og Nei. Og hún réttir ekki úr stuðningsfætinum, hún sest á hann eins og hægindastól. Sam. She. Go. Row. Sage. Og nú þegar þeir eru að þreytast, þá færist fókus í öxulinn og líkamannum. Setjast á hægindastólinn og draga naflann nær sér og styrkja mjóbakið. Hatch. Þú aga sig til þess að halda formi. Það styrkir ykkur, það er sjálfa styrktaþjálfurinn. Joe, halda réttri líkamsstöðu í sparkinu. Jami. Vel gert. Hey. Gott. Eina mínútu pásu. Nú, þegar kemur að teygjum fyrir þetta stykki hér, þá er það alveg sérkapitel út af fyrir sig. En ein sem er mjög svona auðvelt að tileinkja sér og auðvelt að henda inn í karatæfinguna sína, það er að hugsa út í það að við getum teygt á síðunni, hérna, en þá er ég ekki að ég ætla að teygja á hægri síðunni, þá ætla ég ekki að fella mig niður hérna yfir þá vinstri hér. Það sem gerist oft þegar maður hugsar æfinguna þannig er að maður skýtur mjöðminni út frá sér og þá erum við ekki að fá þá teygju sem við viljum. Við viljum opna bilið á milli mjaðmabeins, Krista iljaga mjaðmabeins hér og rifjana, Og ég opna það minna ef ég bara felli mig niður hérna og hliðra mér svona. Það sem ég ætla að reyna að gera er, ég ætla að stíga fastar í hægri hælinn og svo ætla ég ímynda mér að ég fái hérna stóran pílatisbolta upp við mig, hérna, vinstra megin við mig. Og ég ætla að glenna upp hérna rifin og glenna upp svæðið hérna á milli mjaðmakams og rifbeina með því að ímynda mér að ég sé að teygja mig þangað þvert yfir mig, hér, svona. Og þegar ég er komin aðeins að stað, þá sest ég og stend betur niður í hægri, hérna. Þegar ég er búin að vera að æfa mikið svona æfingar, þá finn ég bara hreinlega hvernig ég teygi hérna á milli. Ég finn það ekki alveg núna, ég er bara ekki nógu góður í þjálfun ef ég á að segja ykkur eins og er. En bara við það að opna vel hér og stíga svo fastar, ég geti þess vegna þegar þið eru aðeins komin að stað, þá geti ég mjakað fætinum hérna, sama fæti, örlítið nær ykkur, hér. En fókusin er ekki yfir og niður, heldur upp, þarna. Svo getið þið hugsað að opna kassan aðeins hér og horfa aðeins upp og þá fáið þið tegin aðeins betur hérna framan og í efri kviðveginn. Og já, prófum þetta hinum einn. Stíg fast hérna niður í annan fótinn.
Byrja bara beint upp og hugsa svo eins og ég skjóti leysigeislum hérna þvert yfir mig. Glenna upp bilið á milli mjaðma og rifbeina. Glenna upp bilið á milli rifbeinanna sjálfra. Stíg fastar, dreg niður vinstri mjaðmuna. Dreg hana niður hreinlega. Teygi á vöðvunum úr báðum áttum samtímis. Get svo opnað aðeins kassan. Aðeins að glenna upp hérna og horfa upp. Here we go. Og svo aðeins að rótira. Stend fast í báða fætur. Leyfi kassanum að rótira vel. Og handleggina hjálpa bara til við það. Svo get ég farið bara létta liðkun hérna beint til hliðar. Þannig að hendurnar nálgist nýjan til skiptis. Aðeins að setja hlúa liðlegganum í bakinu og biðja mig að vinna í að styrkja það svona. Alright! Þá tökum við sömu nálgun á jógugýrispark. Sérhæfðar styrktaræfingar fyrir jógugýrispark. Hoppum aðeins yfir svona grunnstiginn af þessu. Ég ætla að skella mér niður á gólfið og snúa að ykkur. Hér ætla ég að vinna í því að fara bara beint upp, hvað ætla ég að segja við ykkur? Ég ætla að byrja í stöðu sem að lítur svona út. Áðan byrja ég í stöðu sem að leit svona út. Nú byrja ég hér. Þannig að hnéð er komið bara upp í andlit á mér. Úr þessari stöðu ætla ég einum fasa að lyfta mér upp hingað og rétt úr fætinum, þó þannig að hvað ætla ég að gera? Ég ætla rétt úr fætinum frá mjöðminni. Ég ætla ekki rétt úr fætinum frá hnénu. Það er ekki þetta sem ég ætla að sjá þú gera. Það er þetta. Þannig að ég þarf vel að hugsa að láta mjöðmina rétt úr hnénu. Make that ekkert sens. Hér. Þannig að línan hér, þegar ég horfa eftir sparkinu mínu, þá má ég ekki sjá fótinn minn bara út í hliðar hér. Línan þarf að vera, eins og maður er búin að taka þessu stöðu fyrir aftur mig núna, þá þarf lína mína, ég þarf að lína hana með sparkinu, bein lína henni. Ég teikna beina línu með yfirlínunar hér. Ég er ekki að vinna í sveiflufasa. Þetta hérna spark er haglabissa. Beintinn. Hún vinnur, sparkið vinnur í línunni, réttri línu, impact línu frá byrjun. Meðan hnéð í maðursigeri er að teikna impact línuna og svo í loka fasanum kemur fóturinn, þá erum við að vinna í réttri línu í jógurhlið frá byrjun. Ég vona að þetta skiljist eitthvað. Akkurat núna byrja með hnéð alveg upp í andlit á sér. Þetta er staðan. Neðra hnéð er fyrir framan líkamann. Leyfum við það hér. Aftur olnbogi undir öxl og svo æfi ég mig því að lyfta mig frá. Og sjáu þið, þá lyfti ég mig frá og set hné og mjöðm í sömu línu. Hér, ég er ekki að vinna hérna með rassinn fyrir aftan hné. Lyfti mér upp í þessa stöðu hér, en hægt og rólega í þessum fasa rétt í fætinum til þess að lenda í jógagýristöðu. Þetta er erfiðara en það lítur út fyrir að vera, ég lofa. Held ég. Alright, here we go. Og H. Nei. Sun. She. Go. Row. Sage. Og allan tíman er ég að fókus og sjá andstæðingi fyrir framan mig og velja að hvað sparkið mitt á að lenda. Fókus. Hatch. Bú. Joe. Ég er líka að sparka með jakkanum á fætinum. Skipta. Marja fær mig hérna, hún sér línuna sína fyrir sér og svo, H. Aha. Nei, sumir eru liðugri en aðrir. Þetta spark er að lenda hér, þá þarf maður að halda það hér allan tímann. Sun. She. Go. Aðalvinnan hérna er í axli líkamans. Sparkið er fylgifiskur eða fylgikvilli eða afleiðing þess sem gerist í öxlinu. Row.
6, hatch, bow, Joe. Skiptum hlið aftur. H, nei, fókus, allar hreyfingar eins, sam, ekki gefast upp, sí, passið olnbogann ykkar, haldið honum undir öxlinni, bow, row, anda allan tíman, sage, inn á milli, kemur hnýð aftur heim, mjög nálægt andliti, hatch, bow, Joe. Skiptum hlið og hæg. Og svo, H. Bein lína. Nei. Sam. Ekki gleyma að lyfta ykkur frá gólfinu. Sí. Ef þið eru áður við búin, þá megið þið halda hnénu nálægt ykkur og bara lyfta ykkur á gólfinu án þess að rétt út. Ó, ég veit ekki hvað ég var. Row, þú fáið náttúrulega bónus, takk fyrir þig. Sage, halda áfram að anda allan tíman, ekki gefast upp. Hatch, bow, Joe. Ok, Jami, kom á fætur. Halda fókus. Taka sér stöðu, fyrst aðeins. Það lítið eftir, eða svona, bara fjórðungur. Þá förum við upp í standandi stöðu og æfum jógugyrðisparkið okkar. Og við ætlum að hoppa yfir einhver bil, þannig að það sem við ætlum að gera er bara að taka hnéð upp til hliðar, hægt og rólega út til hliðar og koma tilbaka aftur. Bara hérna, ok? Bara gera 5 sinnum og ætla að halda hnénu upp allan tíman. Here we go, stöndum á vinstri. Hérna, fóturinn er beinn. Þegar ég sparka þá færi ég hælinn inn í sömu áttu í sparki og kem tilbaka aftur. Ég ætla að æfa mig því alveg svo áðan. Ég æfa mig því að vera ekki að gera þetta. Heldur að sjá þig, fóturinn á mér, leiðir sparkið í beina línu. Hér í þessari stöðu er ég viss að ég er að sparka með jakkanum á fætinum og tærnar vísa niður. Kem tilbaka aftur. Og svo brosi ég, það bara sést ekki. Here we go. Og H. Og tilbaka. Brosa. Nei. Hælinn inn. Og tilbaka aftur. Sam. Haldið líkamann upp í 2 aftur. Koma svo. Sí. Go. Og já, gott okkar, vel gert. Ég var að reyna þetta hérna megin. Þið fyrirgefið mér ef ég hægt á meðri leið. Stöndum á hægri eða þeim fætur sem voru ekki á síðast. Ná fókus, einbeita sér. Sjá línuna fyrir sér. Og H. Nei. Sun. She. Go. Gott. Jami. Já. Alright. Þá komum við hér á gólf. Nema hvað, nú ætlum við að finna öryggi í því og styrk. Og þið fáið bara 4 sénsa. Þegar ég tel, þá ætlum þið að gera eins fast jógugyrði beint upp í loft og þið getið. Og þá meina ég það fastasta sem þið eigið til. Haglabyssuspark hérna. Búm! Og upp aftur, inn niður aftur. Og það má segja búm ef maður vil, bara svona að þið fáið smá feeling í það. Þess. Þannig að byrja á þeirri hlið sem þið viljið. Maður er sem sagt að láta ljósið skína. Sjáu þið fyrst fyrir ykkur hvað þið ætlið að gera. Róið hugann, lokið augunum ef þið viljið.
Sjáið fyrir ykkur og mátiði hvað ætlaði að gera þegar ég tel. Ykkar allra sterkasta spark. Nákvæmlega sama og ég gerði áðan, lyfta rassinum af gólfinu með bakkviðunum og þrykkja sparkinn. Here we go, tilbúin. 1, 2, 3, 4. Gott, jamen, skiptum þitt. Þið fáið 30 sekúndur til þess að undirbúa ykkur. Sjá fyrir sér sitt allra sterkasta jógugeri. Þrykkja sér af gólfinu og inn í sparkinn. Here we go, tilbúin. 1, 2, 3, 4. Jamen. Gott. Þegar þið sparkið svona, þá eru þið auðvitað ekki með jafnvægiskröfuna á ykkur leið. Og það getur verið svolítið gott að fá að æfa spörkin þannig líka. Þið sjáu það að ef þið hafið ekki styrk í litlu sérhæfðu vöðvunum í kringum mjaðmirnar og í kviðvöðvunum og bakvöðvunum til þess að beita ykkur inn í spörkin, þá er náttúrulega ekki skrítið að spörkin ykkar kannski sé ekki eins góð og þið hefðu viljað. Þetta er styrkurinn sem þarf bara til þess að búa sparkið til. Hvað þá þegar við þurfum að halda í jafnvægi og erum í uppistandandi og þurfum kannski að vera að færa okkur til og frá og bregðast við því sem er að koma. Þannig að það að æfa spörkin í slow motion og að æfa þau á gólfinu svona, með mikla kröfu á quality of movement þó, það er algjört lykilatriði í sparkhöfum. All right. Maigiri, dásamlega spark og dásamlega erfitt. Það sem að mér finnst erfiðast við maigiri, það er auðvitað þessi fasi hér, enda impact fasin, þar sem við eigum að vera komin með mjöðmina inn í sparkið, án þess þó að missa þungan aftur hér og án þess þó að vera fórna stöðin og detta niður eftir það. Þannig að það er þá í rauninni hreyfing sem að lítur svona út, ég ætla að reyna að gera þannig að sjá þið með, bara þetta hérna. Og þetta hérna er ekki þetta í mjóbaki. Það er mikið af fólki sem að fer í þetta og stýrir þá í rauninni ekki því sem þeir eru að gera. Þetta er það sem ég er að gera núna. Þetta hérna, og slaka á kviðnum. Alls ekki. Það sem ég geri í sparkfasanum, eða impactfasa maigiri, það er í rauninni að skjóta rófunni fram og draga naflann lengst inn í mjóbakið. Hér. Ekki hér. Þannig að nú ætlum við bara að gefa okkur smá tíma í ljósi þess að við erum með þetta þema á æfingunum okkar. Þá gefum okkur smá tíma í að standa hér. En þegar ég geri þetta, gerist ekkert annað. Ég missi ekki jafnvægi, ég læt knýið ekki síga. Ég bara dreg undir með rófuna og kem tilbaka aftur. Ich. Nei. Sann. Sí. Og helst sé ég fyrir mig lóðlínuna í gegnum mig. Gó. Ró. Sage. Hatch. Halda sér uppréttum, ekki síga í stöðinu, þeir eru eins löng frá nafla og upp og þið getið. Hú, djó, jamen. Nú er eðlilegt að þið séu treykt í lærinu sem þið voruð að halda uppi, þegar þið verður treykt í mjaðma beginum, psoas major, svo kallað, það er eðlilegt. Það sem við viljum gera núna er að nota tækifærið og ekki að síga í stöðinu hér. Ég vil ekki að ég mæli hérna hreinlega bara lengdina frá naflanum á mér upp í hvirfi, að við að gera þetta, þá má sú lengd ekki styttast. Ég þarf að halda mig langri. Ég þarf að elongate, ég þarf að lengja búkinn á mér í stöðunni. Hér.
Ég er ennþá að rísa, ég er ennþá að halda mér uppi, ég er ennþá að nota kviðvöðuna og búkvöðuna til þess að styðja við og svo er það neðri hlutar, mjaðmagrindin sem ég er að vinna með. Ég er ekki að fórna stöðunni á neitt hátt. Ok, þannig að komum upp aftur, stöndum á vinstri, upp með hægra hné og bara hérna lengið þið út. Lengið þið frá nafla, upp með hné helst í hægri beltið ykkar eða hærra ef þið eruð í miklu stuði og svo bara halda þessu, halda búkstöðin ykkar og inn með rófuna og tilbaka. Inn með rófuna og tilbaka. Nei. Sun. She. Go. Ró. Lengja sig. Sage. Ekki síga. Hatch. Who. Joe. Skipta. Þessi lenging er lykilatriði. Lengingin kemur heim og saman við það að pressa niður herðablöðin á búkinn á sér. Lengingin kemur heim og saman við það að virkja djúpu bak og kviðvöðvana í að gera svona utan hryggjasúluna og styðja við hana þannig að hryggjasúlan, hver og einn hryggjarliður raða sér upp í hryggjasúlunni og þeir eiga vissulega geta hreyfst hver gagnvart öðrum við að búa til þær hreyfingar sem við eigum til, en þeir eru ekki að hreyfast, þeir eru ekki að skrölta hver gagnvart öðrum. Þeir eru að búa til hreyfingu saman, en þeir eru ekki að hreyfast hver gagnvart öðrum. Og þegar við erum að biðja aukakenndar mikla stóra hreyfingar, þá kemur los og skrið á hann. Og þá þróum við með okkur bakvandamál. Djúpu bak- og kviðarnar eru kyrrstöðuvöðvar sem að liggja frá einum hryggjarlið niður á annan. Þegar við lærum að virka það eins og við erum að gera með svona æfingum og halda réttri líkamsstöðu, þetta fjallar ekki bara um að vera stolt í karate, þetta fjallar um að halda réttri líkamsstöðu, þá erum við í kyrrstöðuvinnu. Þá erum við að styrkja bakið okkar í þeirri vinnu sem við náum að gera. Þannig að þegar við gerum svona æfingar, slow motion, þar sem við erum ekki að æfa á móti félaga eða neitt, þá getum við verið í massívri stöðugleikavinnu fyrir bakið okkar. Frábært tækifæri, ekkert nema tækifæri hér. Við komum aftur að því að æfa á móti félaga síðar. Þannig að, höldum hér aftur, stöndum að þeir í fætinum, lyftum hinum hnénu og þegar ég er búin að lyfta hnénu, þegar ég lyfti þessum hnénu þá sé ég ekki, ég verð hærri. Ég lengist allan tíman, lengjast, draga naflann nær sér og svo inn með rófuna, H og tilbaka. Nei. Og þetta er erfið staða þarna fremst sko, Sam. Það er ekki slökun þarna, She. Og lengja sig, Go. Rófan kemur fram. Sage. Inn með rófuna tilbaka. Hatch. Cool. Kassin sígur ekki láta kassan síga. Joe. Skipta. Þetta hérna má ekki gerast. Þetta er hugsanavilla. Kassin minn vísar fram, það fer ekki neitt. Þetta er frosið. Það er bara rófan sem fer inn. Og H. Nei. Sun. She. Go. Inn með rófuna. Ró. Sage. Hatch. Ho. Joe. Skipta. Ég held við höfum eitt skipta eftir hér. Ekki? Nei, það er komið 2. Það er komið 2. Ok, you guessed it. Þá þurfum við það að gera nákvæmlega sama hlut en rétt úr fætinum. Ok, bara hægt og rólega. Here we go. Og H. Nei. Og sjáu þið, ef ég horfi á ykkur, þá er það fyrsta sem ég vil sjá er þetta. Þetta hérna kemur á undan þessu. Nei, ég vil fyrst sjá rófuna ýta sparkinn á stað. Og nei. Sun. Á meðan eru þau lengjast. She. Elongate. Lyftast í stöðunni. Go. Ró. Anda allan tíman. Sage. Hatch. Kassin fram. Bú. Joe. Skipta. Here we go.
setjast á stuðningsfótinn. Rétta vel úr sér, lengja hliðarnar. Leið og ég stytti hliðarnar, þá er ég búin að missa af tækifærinu til að styrkja mig í réttri kyrrstöðu hérna. Lengja kroppinn og nei, san. Það má ekki fara rétt úr fætinum og þess að láta rófuna ýta honum inn. Shi. Góð, rófan fest. 6. 8. 9. 10. Hei! Yummy. Mægiri. Dásamlegt spark. Leiður þú að setja eitt svona spark, þá elski ég þetta spark. Það er bara svo leiðis. Sérstaklega einhverjum tímur hleypur á einhver. Býður hann hérna. Here we go. Síðast aðeins fyrir þessu. Við erum að klára. Let's go, let's go. Og svo, upp með hér. Og nei, kassinn fram, ekki hallingur aftur, það er rófan inn, ekki búkur aftur. San. Shi. Go. Ró. 6. 8. Ekki láta hnéð síga. 7. 8. Skipta. Síðustu 10, let's go, let's go. Og 8. Nei. San. Shi. Go. Ró. 6. Lengja sig. 8. 9. 10. Hei. Yummy. Vel gert, vel gert. Það sem við erum búin að gera í kvöld, við erum búin að æfa Mavasegiri, Maigiri og Yogogiri. Við erum að mestu leyti búin að taka burt tækifærið okkar til þess að nota kraft og fela mögulega tæknilega vankanta á sparkinu. Með því að æfa sparkið hægt, þá koma veikleikar okkar í ljós og það er allt í lagi. Þá vitið þið hvar þeir eru og með svona æfingum þá getið þið hreinlega einangrað hvar veikleikin er og unnið sérstaklega með hann. Það að sparka fjallar nefnilega margt meira heldur en bara það að koma fætinum eitthvað hátt upp. Þetta er bara tæknilegt atriði eins og allt annað. Við þurfum auðvitað að vera að líða vel á öðrum fætum. Það er sjálfgefið þegar kemur að spörk. En það er bara, þú veist, 1 hlutur af 20, sko. Svo þurfum við að styrkja þetta bara líkamann í að geta framkvæmt hreyfingum. Og það er svo oft sem að hæðin og jafnvægisleysi kemur hreinlega í veg fyrir að maður fatti að það er kannski það sem maður vantar mest. Þannig að þessi æfing var hugsuð með það fyrir augun, styrktarþjálfun fyrir spörk. Og ég vona að þið hafi notið góðs af og mögulega þetta pínulítið skemmtilegt. Verið vissum að teygja framan á lærunum og aftan á lærunum og ekki gleyma hérna góðu þessari hér. Biðils tegin eins og ég kalla hana. Hné undir mjöðm, undir öxl, ekki hérna, heldur hér. Draga í ímyndaða rófu. Jújú, þetta er Maigiri staðan okkar. Í inntakshluta sparksins sem vorum að æfa á hann. Og hér er ég að fá spennutilfinningu meira heldur en teygjutilfinningu. Beint framan á mjöðmum. Og þetta skiptir miklu máli fyrir karlfólk. Þetta hérna er vöðvi sem heitir psoas major. Þetta er vöðvi sem gerir þessa hreyfingu hér, toga hnéð upp meðan við mjöðm, mjaðmabeygir svo kallaður. Þessi vöðvi festist framan á hryggjarsúðuna í mjóbakinu. Ef hann styttist og er stífur og óteygður, þá hefur hann áhrif á starfsumhverfi mjóbaksins ykkur. Þannig að ég sem sjúkraþjálfari, þetta er líklegast sú teygja sem að ég vinn hvað mest með í mínu starfi. Þannig að ekki klikka því, hné undir mjöðm undir öxl, draga ímyndaða rófu fram á við það verður mjóbakið kúpt, ekki fatt. Þetta er algengur misskilningur. Þetta hérna er eitthvað allt annað. Ef við viljum að gera þetta, gerið það þá. En ekki klikka á því að gera þennan líka. Hér. Spennutilfinning hér framan á. Ég get líka mögulega lagt við þessa teygjuna sem að ég get ekki að gera á hann. Þar sem þið eruð að
sveigja ykkur yfir ímyndaðan pílatisbolt öðru megin, glenna upp bilið hérna, ansi gott, glenna upp bilið milli mjaðmabeins og upp í rif og milli rifja, skjóta leysigeislum þvert yfir ykkur þarna en halda róinni frammi. Anda allan tíman. Og skipta. Hné undir öxl, undir mjöðm. Mjöðmina fram, rófina fram og glenn upp. Þá ef ég skil rétt gefst ykkur núna kostur á að hendast inn á æfingu hjá Sensei Janti Amos, er það ekki? María, viltu sjá bara eitthvað frá því? Það hlekkur inn á meistaraflokkshópnum á Facebook á æfinguna hjá Janti Sensei. Ef einhver vill fá hana og er ekki með hlekkin, þá megið senda mér bara enga skilaboð, ég skal senda ykkur hlekkin. Þetta æfing hjá meistaraflokki Breiðabliks. Þið eru öll velkomin að kíkja þangað. Hún verður með æfingu, ég held að sé allavega klukkutími núna, mögulega klukkutími og korter eftir. Þau byrjuðu að hita upp fyrir korteri síðan þannig að þið komið inn á hárréttum tíma, vilju veita af ykkur og hleypa ykkur inn. Þannig ég hvet ykkur bara endilega til að kíkja á æfingu hjá henni. Hún er frábær þjálfari, líka mjög reyndur jógakennari, þannig að þið fáið örugglega alls konar gott perspektíf út af því sem hún er að gera. Endilega nýtið færið, þó að þið séu þreytt og kannski einhvers staðar ekki til í 100% æfingu, þá græðið þið fullt af því að fara og vera með þó það sé á hálfum hraða eða hálfri getu, þá fræðist þið örugglega. Ég bara hvet ykkur til að víkka sjóndeildarhringinn með þessum hætti. Annars þakka ég bara kærlega fyrir. Takk María Sensei aftur fyrir að vera með mér og ég hlakka til að sjá ykkur aftur fljótlega. Verið dugleg að æfa. End. Takk fyrir mig.